ætlum við að snúa okkur að efnaðsmálunum. Ég heima á erlendis eins og sagt og hann komin hingað Gylfi Zoëga, verður velkominn. Það er gaman að fá þig. Herðu, síðast þú komst hérna þá byrjum við að tala ástandið í svona heims efnahagnum og það var svolítið dökkt yfir þér. Þið fannst vera svona aðgerðir í Bandaríkjunum myndu leiða til þess að mörg ríki myndu lendi í vanda og það, já, svona í minningunni að endur segja það varst til að spá fyrir að kannski eitt land eða tvö í Evrópu myndu lenda í stórkostlu vanda. Já. Hefur þetta skánað? En það stendur ennþá að vextir í Bandaríkjunum ennþá uppleið, svo það búist 25 punkta hækkun á næsta fundi og það hefur áhrif á vaxtastigum allan heim og við vitum að stórlutin í markaðsríkja eru núna og þróunaríkja eru í eins og kallast debt distress, það er að segja það skulda á vanda og það má eiginlega segja að þetta sé já, þú getur raukstuð þetta væri einn svona stærsta fyrir utan Rússlands ástandi, stærsta ógnin að heims hagkerfinu svo Vesturlönd ættu kannski núna sem þeir eru kannski gera en ekki nóg þá að kortleggja þennan vanda sem er að verða til og koma með þá einhverja áætlunum hvernig á að bregðast við því. Svo það stendur. En það sem er gott núna á þessu ári er að fyrsta lagi verð og orku hefur komið niður. Svo veturinn í Evrópu hefur verið betri heldur en ekki eins kaldur eins og það er ekki orðið. Það er reyndar spáð heimskutta hæð yfir Bretlandi núna bara næstu dag. Ég var að reyna að vera bjartsýnn en það er eitt að orkuverð hefur ekki haldist eins átt eins og það var í ágúst á mjög slæmt núna hefur það komið niður olía og gas og svo opnunin í Kína svo Kína hefur gríðarlega áhrif á heims hagkerfið svo því hefur haldið fram að það að Kína var hluti af heims hagkerfinu og fólk flutt úr sveit í borg í Kína frá 1990 hefur aukið framboð á ódýrum iðnvarningi. Það er eins og 100 milljóna manna hafi bæst við heimshagkerfið til ódýru vinnuafli sem er haldið niður í verðbólgu á Vesturlöndum. Það er kenningin 1990, 2000, 2010 og jafnframt skert hag vinnuafls svo fjármagn hefur hagnast vinnuafl gefið eftir vinnuafli gefið eftir á Vesturlöndum vegna þess að framleiðslan hefur flust til Kína sérstaklega í Bandaríkjunum sem hlutdeild vinnuafls í þjóðtekjum hefur farið stöðugt minnkandi en þetta dreifist mismunandi eins og í Bandaríkjunum undir gömlu iðnaðarborgirnar sem verða fyrir skelli unga kynslóðum fyrir í þjónustugreinar ekki í verðmætu iðnaðarstörfin og við sjáum afleiðingarnar, opioids og hvítir bandaríkjamenn sem bara samfélagslegt hrun á öllum sviðum. Hvítir bandaríkjamenn sem hafa ekki lokið háskólaprófi, þeirra lífslíkur fara núna lækkandi sem er alveg einstakt síðan aldamót hefur það farið niður á meðan þeir sem hafa lokið háskólaprófi þeirra lífslíkur halda áfram að vaksa af því að þeir eru þá meira á ströndunum það sem er fjármálastarfsemi og háu launin svo það verður þá misskipting innan hans og Bandaríkin eru svona aukadæmi þar og risaveldi við höfum riðbelti annars þar, við höfum riðbelti í Norður-Fraklandi sem voru til að sambærilegum ástæðum og þú sér þetta endurspeglast í stjórnmálum í Fraklandi að þú sér það hægri flokkar þeir sigra þá í París svo þarftu bara að keyra hálftíma út úr París þar sem eru gamlar minni borgir þar sem iðnaður var og þeir fara þá fyrir í Le Pen og slíka flokka í eins konar uppreis gegn þessum venjulegu flokkum að því fólki finnst að sitja eftir sem er eitthvað til í og svo upp í Calais og það svæði og sama í Bretlandi talandi Brexit það er suðaustur England og London sem hafa blómstrað eins og norður England sem er að vísu átt í vök að verjast alveg alla 2000-öldina en þessi ódýri innflutningur hefur ekki hjálpað svo Kína hefur þau áhrif að valda hefur verðbólga Vesturlöndum minni
þá eru vextir lægri vextir þýðir að herra eignaverð, svo hlutabréfabólur og hátt fasteignaverð. Það þýðir að vinnuafl á í auka verjast, nema stöðnun lífskjara almennings, Já. minni völd verkalýðshreyfingar og þar með almennings. Já, einmitt. En auðvitað við kaupum alla þessa ódýru hluti frá Kína, föt og annað sem að núna er ódýrt, en fólki sem áður framleitt þetta á Vesturlöndum hefur það ekki eins gott. Svo það sem að brást, má segja, sko alþjóðavæðing og alþjóðaviðskipti eru svona almennt af hinu góða, en það sem brást var að endurdreifa innan Vesturlanda, þannig að allir, sko það væri ekki þannig að sumir hagnuðust mjög mikið á þessar alþjóðavæðing og aðri töpuðu, að sko í hagfræði sagt alþjóðaviðskipti séu jákvæð af því að þeir sem hagnast á þeim hagnast meira heldur en hinir tapa sem tapa á þeim og en ef þessi endurdreifing á sér ekki stað þá verða til hópar fólks sem að sitja eftir og það hefur valdið þessari ólgu á Vesturlöndum. Þetta er einskýningin á því að traust til hefðbundna stofnana og hefðbundina stjórnmálflokka hefur dalað. Meðan annars vegna þess að sko loforðir brugðust. Það var sagt að styðja okkur hér í alþjóðavæðingunni og öðru slíku því það mun lyfta öllum og lífskjör ykkur mun batna. Svo bara gerðist það ekki í riðbeltunum, það gerðist ekki hjá lágstéttinni, það gerðist ekki hjá stórum hópum fólks. Og það er, það má segja, það sé það mistök af því að það hagnast engin til áns tíma ef að stór hluti þjóða situr eftir og er í biturleika og reiði sko, því að það er svo frjór jarðvegur fyrir populisma sko, sem er að segja populismi sem er hjálpar þeim heldur ekki sko. Populismi, þessu sterkir leiðtogar sem að efla þjóðernisvitund, skilgreina einhverja óvinni, innflytjendur eða hvað það er, að gefa skít í allar staðreindir, vísinda, niðurstöður, fjölmiðla og annað. Þannig að Donald Trump er hálfgervingur þessa, en hann hefur ekki hjálpað neitt, en hann getur virkja reiðina. Eins og 4. áratugnum í Þýskalandi, það var það sama. Svo það er stóra hættulegt ástand, en býtum eins og ég ljúkið þarna punktinum, hann er sá. Þú byrjaðir að því að þú varst að tala um breytingar sem hefðu orðið svona undaförnum með hækkun, verðbólgu og vaxta og svo fyrir til Kína. Þannig það er eins og ætlar að fara að spá því að sko áhrif Kína og heimsækjaraðið yrði ekki þau söm í framtíðinni. Þegar Kína lokaði, þá sérðu að það er eitt af mörgur sem þýðir að loka út á COVID. Að verðbólga fór upp á Vesturlöndum. Þú gæti sagt að vinnuaflið hafi styrst, allavega ef að Kína hefur lokað áfram þá hefði það og fjármagni gefið eftir, en núna er Kína opna aftur og það þýðir að mæld verðbólga fer þá niður og Kína fyrir aftur að framleiða þessar ódýru vörur sem við erum að kaupa hérna. Svo það má segja að þá kemur sem að búst sko og það kemur búst í hagkerfið. Það segja að það er lægra orkuverð pluss opnunar á Kína sem er að valda meiri bjartsýni. Þá er fólk að gleyma þessum langtíma áhrifin sem vorum að tala rétt áðan. Bjartsýni að hagvöxtur fari á stað. En kerfið hefur ekkert breyst þannig að sá hagvöxtur mun skila aukinni velsæld til þeirra sem hafa það gott en ekki til þeirra sem hafa það verr á Vesturlöndum. Í Bandaríkjunum hefur það verið þannig og meðalaun þessi miðtala launa hefur verið að kaupmáttur hefur ekki breyst áratugum saman og toppurinn fengið sem er ekki gott. En í Evrópu hefur þetta ekki verið eins slæmt af því að í Evrópu eru verkalýðsfélög og ríkið passar aðeins upp á meira heldur en í Bandaríkjunum. En ertu að segja að þetta sé áreiðin fyrir því að nú sjáum við tölur lækkun verðbólgu í Evrópu bara svo síðustu 2 mánuðina? Já, lægra orkuverð. Er það sem er annars opnun Kína? Opnun Kína og lægra orkuverð. Ekki stýrivextir og aðgerðir í stjórnvalda. Það er veðrið og Kína.
sko, það segja að þú frambóðið gaf eftir vegna Kína og frambóðið gefur eftir að því orkan hækkar en vonan það var mjög mikil eftirspurna því að vextir voru mjög lágir og hafa verið lágir allt frá 2008 til þess að örfa eftirspurn en þannig að þetta er svona tværliðar á sama máli svo ef að hærri vexti draga aðeins úr eftirspurninu sem hjálpa þá að minnka innlendan verðbólguþrýsting sem hefur verið umtalsverður í Bandaríkjunum til þess að til Bandaríkjun þar er á COVID-mánuðunum var mikil aukning á ríkisútgjöldum, gríðarlegur halli á ríkissjóði Seðlabankinn bjóð til peninga eins og það var engin morgundagurinn svo það er gríðarlega eftirspurn þar eftir vörum og síðan ef að frambóða vörum minnkar vegna þess að Kína framleiðir ekki eins mikið þá sérðu afleiðinguna en þá hjálpar að þessu leyti þegar Kína opnar en það er ekki þannig sagt að það sé ekki þörf á aðeins meira aðhaldi innanlands til þess að draga úr eftirspurnina því að verðbólga getur líka orðið til á vinnumarkaði þegar það er ómikið eftirspurn eftir vinnuafli sem hefur verið staðan í Bandaríkjunum og svo kom Biden núna, það var 2021 það var stimulus frá honum gríðarlegur stimulus og vildi hann fá annan en hann kom hann ekki í gegn að fullu svo þar er fiskalstimulus og svo þá svo vextin eru hluti af þessu en þessi hærri vexti draga úr eftirspurn það er dýrar að taka lán, dýrar að kaupa sér bíl þannig að þú sagðir, byrjaðir að ég hef verið svartsýn já, hækkandi vextir þegar að skuldir eru margfalt meiri í heiminum heldur en okkur sinnum verið, miklu meiri en það voru 2008 koma mjög illa við þau sjóðfélög sem skulda mikið já, og þá einstakling og fyrirtæki sem skulda mikið já, miklu meiri ríkisskuldir, miklu meiri heildarskuldir í heiminum mér minnir að heildarskuldar séu 2-föld eða 3-föld heims framleiðslan ég man ekki, ekki 2-föld heims framleiðslan, þannig að við erum að tala eftir tímabil, 14 ára tímabil þar sem að dollarvextinni hafa verið nálægt núlli það sem að fjármagn hefur svona ódýrt það er afleggingin er svo að það er miklu meira af lánu en svo að þú rykkir vöxtunum upp svona Ertu að tala opinbera skuldir og svo fyrirtækjaskuldir meðan þetta er svona ódýrt að þá eru menn að kaupa fyrirtæki aftur og aftur með skuldsettum yfirtökum þannig að fyrirtækin eru sko drekklaðin af skuldum og svo hækka vextinir að þá allt í hennu getur samfélagilegt í vandræðum, fyrirtæki og svo einstaklingar En það sem að En finnst þér það sem komið fram afleiðingarnar af þessu er þetta að sína fram á Ég samkvæmt opinbera tölum eru stór hlutfall þróunaríkja er í skuldavanda en við höfum að sjá hvernig árið þróast hverjir lenda í virkilega vanda það er búið að kortleggja hvaða lönd séu í mestri hættu en við sjáum bara hvernig það fyrir Þannig við getum búist í því bara fyrir vorið og í vor þá sæjum við fréttir af einhverjum löndum sem væri komin í svona skuldakreppu væri byrjað að grípa inn í og banna þeim að gera einhverja hluti þar sem alþjóðagjaldeyrissjóðurinn byrjar að stjórna til þess að verja þá sem að lánu þarna Já, en samt, manstu reynslan hér var nú ekki alveg svo Reynslan í Grikklandi var ekki góð þá voru þið neyddið til að selja flugvelli og mátti ekki hækka eftirlaun En ég held að það hefur verið þjóðverjar innan Evrópusambandsins sem voru harðastir þar ekki alþjóðagjaldeyrissjóðurinn af því að þeir vildu þeir voru hræddir að ef það væri skuldafyrirgefning á Gríklandi þá myndi aðrir í Evrulandi ganga á svo ég held að alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafi verið smá pirringur sko á milli en það var ákveðin breyting hjá sjónum þegar þeir komu hingað var ekki að þeir leyfðu Íslendingum til dæmis að hækka skatta Já, þeir hækkuðu tekjuskatt fyrirtækja úr 10% upp í 20 eða fjármagnstekjuskatti þannig fyrirtækjaskattin úr 12 upp í 20 en það var sett á auðlegðarskatt Já, þannig að þeir sem borguðu fyrir hruni hér voru erlendi bankar þýskir bankar hrein eignastaða Íslands batnaði hún varð sko ekkert ég að leiti á þetta jafnvel
ef maður hefði tekið ríkisábyrgðin á ICE með, þá var sko 2003 og 2011-12 svipuð staðagátt útlandum. Þannig að allar þessar skuldir sem voru teknar af bankunum, það er fjallu á lánadrottnaðir elendi sem er alveg þýski bankar. Innlendi vandin var kannski bara subprime vandi, þar sem var of mikil skuldsetning einstaklinga á húsnæðismarkaði sem að stjórnvöld gátu ekki brugðist við, þannig að margir mistu húsnæðið. Þannig að það sem að fjalli inn á Íslandi var kannski fyrst og fremst húsnæðismarkaðurinn, en svona skuldir hins opinbera og þjóðarbúsins fjallu mikið út. Já, það var þurrkað út. En sko innan hans í svona hruni verður tilfærsla á eignum á milli einstaklinga. Svo einhver var nýbúin að kaupa sér húsnæði og missir það. Hann verður fyrir tjóni. Kemur ykkur annar og kaupir það hræði ódýrt af Íbúðalánasjóði. Einmitt, svo þetta og leigir saman það aftur. Hvernig á að byrta það lista? Hvernig á að byrta það lista? Hann hefur verið byrtur, en við hefum nú eitthvað reynd að vitna í hann á samstöðinni í greinum. En hann er í fáránlega óaðgengilegu formi. En þetta er svolítið rosalega að sjá þetta, hvað að margir gátu keypt íbúður á ódýru verði. Það er allt frá einstaklingum og upp í bara til dæmis Alma leigufélag var mikið í fréttunum núna út af hækkun í desember. Það er bara búið til af Íbúðalánasjóði með því að færa einhverju einu félagi nógu stóran stofn af íbúðum til þess að geta rekið þetta leigufélag. Og er einhverja tengingar að þeir sem að fengu íbúðu með afslætti sem tengdir einhvern veginn inn í pólitík eða eitthvað sem hægt er að rekja? Ég hef ekki geta lagt í slíka rannsóknarvinnu. En það gæti verið. Það gæti verið. Við til dæmis almenna leigufélagi var stofnað á Gamma. Þar var sá sem að rak, það var sko formaður fjáröflunarráðs Sjálfstæðisflokksins. Og að sömuleyti var hann fyrstu skýrsluna sem voru unnar innviða skuld í íslensku samfélagi sem að samtökuð innarins hafa síðan tekið upp og hefur öfulega verið svona einhver leyti rekið sem stefna inn í Sjálfstæðisflokknum að við þurfum ekki átaki að reisa við innviði og þá með samstarfsverkefnum við fjársterka aðila. Þetta var unnið inn í Gamma. Þannig þeir höfðu mikil áhrif í pólitík. En ég ætla ekki að draga því að tala um pólitík. En það er allstaðar svona munur á Bandaríkjunum í Íslandi. Í Bandaríkjunum er gata fyrir norðan Hvíthúsi, það sem eru bara lobbyistar. Og það er sem þú sagt að lobbyistarnir skrifi lögin sem Bandaríkjaþing samþykki svo að því að þau skrifuð að lobbyistum fyrir hérna eins og atvinnugreinar. En munurinn okkur og þeim er að þarna eru nokkur þúsund lobbyistar. Hérna eru örfáir og við þekkjum það vantarlega. Svo hagsmunir eru svo... Það er kannski sá sem er með hagsmunina, hann þarf ekki að ráða þessu lobbyista, hann ringir bara beint í ráður. Já, einmitt. Það er kannski þannig. En svo við stærum okkur stundum að allir geti bara stoppa ráðherran út á götu og tjá sig. En þetta er punkturinn, sko, að þú varst að tala um Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Í hvaða kreppu lenda löndin sem að skulda mest? Kemur þá Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn inn og tekur af þeim stjórnina, bannar þeim að bæta almenningi kjaraskerðinguna sem að þau verða fyrir vegna verðbólgunar. En þarna, bara byrjun á svari þá þegar þau komu hingað inn, að starfsliðið hjá sjónum var einstaklega velviljað þessu landi. Franex Rosadowski sem var í forsvari, hafði komið hingað 1971, Ísland var alltaf eins upp á hans löndum, hann sóttist eftir að koma hingað og ég var aldrei var við annað heldur en að hann vildi bara hafa landsins sem bestan en eins og það í stjórnsjóðsins voru þetta Bretar og Hollendingar sem sýndu óbilgirni finnst mér en staffið var mjög velviljað og það voru skornar af þessir þúsundir milljarða af erlendum skuldum sem að þá tískir þá skattgreiðendur tók á sig kannski 80 milljónir þeir þólaða en það var ekki búið til skuldafangir sem hér vegna þess að það sem styrjumstóð var ICE-reikningana en þeir voru greiddir þeir upp á staðið og það af þrotabúum en þegar Landsbankinn var búið með gjaldeyrin og átti bara krónur til að borga restina þá fór hann að kaupa gjaldeyri á eiginmann söguna alveg en það var aðeins krafsaði markaðin þannig að lífskjörn urðu verri en það er
En út af kaupu þeirra á gjaldeyri þá fjall krónan sem hækkaði innhlutverð og tróniði kaupmáttin. Já. Það þyrfti að skrifa þessa sögu upp á nýtt af því að þegar Íslendingar voru að fagna því að þurfi ekki að borga Icesave þá voru samt að þessu leiti að greiða að borga skaðan. En ríkissjóður slapp við vexti sem að held ég samkvæmt fyrsta samningnum geta verið 200 milljarðar en 200 milljarðar en svo var samnar gjaldeyrisforði upp á 900 milljarðar og enginn vissi af því svo en það sem að en það sem eins og var gott við að Icesave fór eins og hann fór að það var bara upp á sjálfsvirðingu þjóðarinnar held ég að láta ekki og eftir áhyggja það var pólitískur sigur, miklu frekar en efnahagslegur sálfræðilegur og sjálfsímyndarlegur og það auðvitað fáránlegt að leggja á almenning að þetta var að byrja ábyrgð á frekar heldur en að greiða en að byrja ábyrgð á svona spilavíti skuldum fára einstaklingar sko. En það var en ég ætla að draga til núntímans það hérna en þú býtur nú IMF þarna þannig að IMF á þessum tíma mín reynsla var mjög góð og ég verð að segja svo ég var þarna niður í bæ ég var Seðlabankarnar stundum með einhverjum rannsóknum þegar allt fór á hliðina og ég man bara hvað maður var stressaður yfir að landi væri alveg stjórnlaust ég fór í krónuna eða hvort það var bónus þá eða hvað það var og keypti frosinn mat til að fylla frystikistuna til að eiga af því það var allt greiðslulínunar allt saman í uppnámi svo man ég í nóvember það fylltist allt í alltaf að enskumælandi fólki og það var svona ungt fólk eða meðaldra sem kom inn og það var að það var ekki að spjalla neitt það var greinlega bara með svona mission sko. Og hvað mér létti að fá það til þess að taka yfir þá vissi ég að þetta var í lagi en því að ástandi þannig 2007-2008 var með alveg endemum sko. hvernig þetta það var með endemum og skortur á skipulagi skortur og allu og bara glórur spóla og þetta smá kongaveldi allt saman og veikt ríkisvald og þessar tengingar eru vestar að það er tenging stjórnmála við fjármál, embættismanna við stjórnmál Þannig að þið opinbera er raunverulega að sinna þeirra hagsmunum, ekki almennings. Maður veit aldrei hvað er í gangi eða almenna hagsmunir eða eitthvað annað sem er að gerast. En það er sagt, land út í heimi sem að mun lenda í vandræðum út af því að þau skulda á mikið. Það eftir að koma í ljós hvort að lærdómurinn á Íslandi og alltaf gjaldir svona skiptir ykkur máli en í sögulega það má búast við að þessi lönd lendi því að þeim verði tekið svolítið stjórnin af stjórnvöldum, kjörnum stjórnvöldum að þau megi ekki bregðast við nema með tilteknum hætti. Við getum, þetta getum lita einhvern veginn og pólitísk órói af þessum sökum og skuldunum og verðbólgunni mun lita ekki bara Suður Ameríku eins og þegar er komið heldur Evrópu. Og mörg þessi land sem lenda í vanda þau innlend stjórnvöld eru nú ekki neinir englar Suður Afríka er eitt af landur sem er hætt komið gríðarlega spilling og stjórna allan hlutum svo en það horfir betur með verðbólgu í Evrópu heldur en síðastur hittumst og hún er fyrir lækkandi svona síðustu 2 mánuði. Það er ekki að sjá að íslensk verðbólga fyrir lækkandi nema hvað að það má merkja það að húsnæðismarkaðurinn það lækkaði verð á séreign og stóð eil í stað lækkaði eitthvað örlítið í fjölbýli Þetta er rakið líklega, þú ert í penninga, mála nefnd Seðlabankans, búin að vera þar í 14 ára eftir að losna. Já, núna bara eftir nokkra vikur. Þú ert eftir eina ákvörðun? Já. Og þá ertu búin að vera þannig hvað í 14 ár? Já, einmitt, kannski, og lengi. Þannig að þú bæði lækkaði vextina og ertu búin að vera hækkað undanfarið? Það var ákveðavert í upphafi þegar að 2009 og svo í lokin, það er COVID og verðbólgan svo var mjög langt tímabili í miðunni sem var ekki mikið að gerast En
það fyrir utan það að það búið að frista húsnæðismarkaðinn, það áeil engin efni á að kaupa húsnæði með þessum vaxtakjörum, að þá ekki merki þess að verðbólga sé að gefa eftir eiginlega neins Sko innlend verðbólga væri á húsnæðismarkaði og svo á vinnumarkaði, þessi að ef það mikil eftirspurn á vinnumarkaði þá erfiðara að ná kjarasamningum svo kemur fram þar og spenna á vinnumarkaði kemur síðan fram í innlendum liðum verðvísitunar eins og þjónustu, verð á þjónustu þannig að hún hefur verið að hækka verð á þjónustu hefur hækkað of hratt núna síðustu misseri svo verið yfir verðbólgumarkmiði launin hafa hækkað langt yfir verðbólgumarkmiði og svo fasteignir auðvitað alveg í toppi svo þessi innlendu þættir hafa hækkað of mikið með við lögin það innlendu þættir fyrir utan fasteignamarkaðinn já, líka utan fasteignamarkaðinn en þannig að þannig þú ert að búa enn frekari vaxtahækkun Ég sjáðu, nú ef það er að hægja svona mikið, ég vissi í haust það var að lengjast sölutíminn, það var eitthvað meira frambóð af fasteignum, það var færri eignir sem seldust yfir uppsettu verði, en núna virðast vera að koma upplýsingar að verðið sé raunverulega lækka, ekki? Ég sá það í dag einhverstaðar. Já, það var í það sem var mælingin á verðinu sem að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun gaf út í síðustu viku, að þá hafði lækkað 3% á milli mánaða í séreigninni og ég man ekki hvort það var 0,3 eða eitthvað í fjölbili. En þá lítur, ef að þessi verður þróunin næstu mánuði, þá verður mæld verðbólga lægri fyrir vikið af því að húsnæðisliðurinn þá að stuðla lægri verðbólgumælingu. En skiptir það máli? Af því að þú annars verður með fasteignaverðið sem inn í vísitölunni og vegur þar eitthvað 20%. En þetta bara mæling á eignaverði. Já. Það bætir ekki kjör venjulegs fólks þegar þú ferður í krónuna með það breytir engu hvort að fasteignaverð sé að fara upp eða niður. Já, einmitt. Sko við getum tekið heila umræðu hvernig verðvísitalan er reiknuð. En fasteignaverðið hefur verið þarna inni af því að leigumarkaðurinn er sögulega lítill hérna, það er kannski eitthvað að vaksa en þegar maður talar þetta við seðlabankafólk þá segir það jú, þú ákvast að búa í stóru hús en ekki lítill íbúð þú hefðu getað leigt út húsið þitt eða selt, það sé að hagfræði orðið er fórnarkostnaður það sé að þó að ef þú byrjir í húsi sem að hefur hækkað í verði þá er þetta heimilisbókhaldi breytist ekki neitt en að það sé samt reiknaður kostnaður af því að búa í húsinu sé orðin meiri af því að þú ert búin að velja eins og fasteignir í Reykjavík hækka meira en á Selfossi og þú ákveður að búa í Reykjavík en ekki á Selfossi þá er þinn kostnaður en þetta er ekki kostnaður sem að ég lagði út en þú getur flutt á Selfoss sko og lækkaðan og lækkaðan þetta er eins og hafinn í vísitölunni sko, ég geti hætt að kaupa sko súrdegsbrauð og keypt rökkbrauð en það er ekki setja það inn í vísitölu Já, þú ert með bæði inn í vísitölu súrdegs og annað brauð en sjá til, þetta er allt eins og það er og það er mjög furðulegt finnst mér að skilja ekki búið en sérstaklega vísitölu verðtryggingar það er ennþá furðulegra því að verða á húsnæði í Reykjavík hækkar þá hækkar verðvísitalan svo tekur búin að taka verðtryggt lán vestur á fjörðum þá höfst all þess að hækka þetta er auðvitað mjög skrítið allt saman sko og fasteignagjöldin þess að þú þurfa að borga meiri fasteignagjöld því að eignin út á hotni seldist að háa verði þess vegna segja að þín eign er meira virði þess vegna að borga meira til sveitafélagsins það er mjög skrítið svo þetta er allt mjög skrítið og það er búið að vita árum saman hvernig þetta er en það er ekki gert í því en lögin núna eru þau að neysluverðsvísitalan eins og hún er reiknuð á hækkun 2,5% á ári það er bara þau lög sem eru Þú átt að horfa á þennan bolta þóttu finnist hann vera pínlítið villars þó að sé ekki alveg reiknaður eins og maður vill kannski en það er eina sem hefur breyst þegar maður tæki sko haustið það er eina sem að hefur, það sem þið hafi náð árangri er í frista húsnæðismarkaðinn annað er bara áfram þú nefndir innlend eftirspurnavísitala
innflutt vörur hafa hækkað vegna þess að krónan hefur gefið eftir Já, einmitt. og svo hefur verið núna verið að brydda upp á því að við ættum líka að horfa á aðra tegunda verðbólgu sem er hagnaðardrifin verðbólga. Það er það sem að fyrirtæki er auðvitað að spenna verðið eins hátt og mögulegt er án þess að fyrir að skada hagnað sinn. Það getur verið miklu meira heldur en nemur hækkun á aðföngum og launum og kostnaði. Já, ég sjá til. Hann ertu með 2 punkta að hærri vextir hafa ekki haft neina áhrif. En þessi mikla eftirspurn sem hefur verið innanlands, hún hefur komið fram á húsnæðismarkaði. Það segja, fólk getur tekið ódýrari lán en áður og keypt fasteignir. Hún hefur komið fram á vinnumarkaði að atvinnuleysi hefur komið hratt niður. Minnir, já, að það hafa aldrei verið jafn margir í vinnu eins og síðast það var mælt í landinu. Vinnutími hvers hefur ekki aukist mikið en þannig og vinnumarkast þáttaka aukist. Ef við verðum í Ameríku væri sagt að hefur orðið til 10.000 störf á árinu? Já, forseti myndi segja það en Seðlabanki myndi segja ef það er það mikið að störfum að vera til að það er spenna á vinnumarkaði sem getur valdið því að launin hækki meira en framleiðni að meðaltali, þá sé það slæmt fyrir verðstöðuleika. En það sem er, þannig að það er vinnumarkaðurinn, það er húsnæðismarkaðurinn, en svo er það þriðja sem varst að ía þarna áðan, að krónan hefur gefið eftir og hún hefur gefið eftir vegna þess að það hefur svo mikil innlendi eftirspurn og hún leitar úr landi þegar við kaupum innflutning eða ferðumst erlendis og talandi heiminn, þessir háu vextir út í heimi og að Seðlabanki Bandaríkjanna er að minnka peningaframboð gerir það verkum að það er erfiðara fyrir íslensku bankana að fjármagna sig erlendis en áður. Það sé aðgengi erlendu fjármagni hefur versnað. Svo ef að þeir sem hafa mikið umlengis hérna og það er líka meðal Jónin, hann hefur það nokkuð gott. Fólki sem fótið teini. Já, það hérna eyðir peningunum sínum og það fer mikið í innflutning og það er orðið til viðskiptahalli og það er erfitt að fjármagna viðskiptahallan af því að útlandir eins og þeir verður erfiðara, já. Og það er orðið erfiðara, það er erfiðara í haust að þá gefur krónan eftir því að krónan það er þá eftirspurn eftir gjaldeyri meira en framboð, svo gjaldeyrin hækkar í verði og krónan lækkar og þá hækkar verð á innflutningi innanlands. Og þrátt fyrir mikla fjölgun erlendra ferðamanna sem að vega upp á móti þessu. Já, það vegur upp á móti þessu. En nægir ekki. Ekki enn sem komið er. Nei. En við sjáum hvernig sumari verður. Það getur verið að... Næsta sumar. Já, næsta. En við erum komin eiginlega yfir. Það voru held ég að verið september sem var hærri heldur en nokkuð september hafði verið í fjölda og gott ef ekki það fylgiði líka að fólki dvelji lengur og eyði meiru. Já. En sjáum, en þessir hærri vextir 6% en ekki 0,75 þýðir, fasteigna verðið hækkar ekki eins og það gerði og það var orðið svo slæmt síðasta sumar að ég myndi segja að það var bóla á fasteignamarkaði þessi að verðin voru alveg út úr kú þau með að við kaupmátt launa svo það var hætt að menn var að kaupa því að verðið var að hækka og það er alvarlegt mál, það er búið að slá á það með þessum hærri vöxtum. Það var svo mikil hækkun að í desember þegar hún hættir að hækka að þá síðustu 12 mánuði er fasteigna vísitalan að hækka 70%. Já. Sem er langt fram allt. Einmitt. En þessir háa vextir að einhver leiti sláðir á innlenda eftirspurn svo innflutningur þá dregst það saman. Fólk ferðast ekki eins mikið í útlanda og þá verður krónan aðeins sterkari heldur hún hefði orðið. Og verðlækkar. Já, og verðið lækkar þá innanlands. Svo hærri vextir hafa þá áhrif á að fasteignaverð mun lækka aðeins, að krónan mun hækka sem veldur í að innflutningurinn lækkar í verði. Og hvort vekja jákvætt en auðvitað vextirnir eru hærri, en maður getur ekki haft 0,75% vexti í 9,4% verðbólgu farið til tenni eins og segja og eitt eins og brjálaði og ekki allt sé í lagi það er einhverstað verður að gefa og þessi seðlabankar eru, þegar þeir gerði sjálfstæðir eða til þess að þeir geti gert þetta sem er svona óvinsælt að hækka vextina svona mikið til þess í okkar tilviki að myndist ekki frekar húsnæðisbóla að húsnæðismarkaðurinn fari ekki
og að því hann kemur beint inn í verðvísitöluna, að hann far ekki eins og hann var að fara, að innflutningurinn sé ekki svo mikill að krónan gefi eftir sem að valdi því að innflutningurinn hækki og ná allt saman og að vinnumarkaðurinn fari ekki uppnám. En það sem að gerast núna að húsnæðismarkaðurinn aðeins að gefa eftir og það gott og hann gefur hann eftir. Nema það náttúrulega fólk sem að getur ekki, sem að þarf að eignast húsnæði og komast út af leigumarkaði og við sjáum leiguverðið hækkar. Þannig að en það gott að húsnæðisverðið fyrir niður fyrir það. Jú, ef ekki væri fólk sem að þjáist vegna þess. En húsnæðisverðið fyrir niður. En það er ennþá viðskiptahalli og krónan er ennþá veik og það er þá áhættan á þessu ári hvernig verður endurfjármögnun bankana og því að við getum ekki leikinn frá 2006 að hækka vextinu upp úr öllu valdi til að fá spákaupmenn hérna inn. Ég held að það sé ekki skynsamlegt. Þú vilt ekki nota gjaldeyrisforðann. Það var einlegin að borga þetta fyrir töðunar með þetta tennital af því að við getum talað á eftir hvað er rangt við það sko, en þú getur ekki nota gjaldeyrisforðann til að borga fyrir innflutning. Það er ekki haldið upp í lífskjörum með því að eyða forðanum. Forðin er svona eitthvað varasjóðu sem á að nota í neyð. En með hærra vaxtastígi, ef þú getur aðeins minkað eftirspurnina hérna, þannig að viðskiptahallinn verður ekki eins mikil. Þá verður krónan sterkari, fasteigna verður lægra og það verður aðeins meiri ró á vinnumarkaði. Svo þetta er fyrir hlutin að því sem varst að segja. Svo er sér hlutin með hagnaðardrifna verðbólgu. Það er einmitt... En má aðra fyrir því, má ég þess að því að þú hækkar vexti til þess að draga úr kaupmætti. Þú ert að taka meira af ráðstöfunarfé fólks til þess að borga vexti fyrir húsnæðið sitt. Það dregur úr eftirspurn. Þannig að það er eitthvað sem borgar alltaf. Já, og svo er eitthvað sem að eins og ég sem er lán í lífeyrissjóðnum og lánin hækka, þá fær lífeyrissjóðum meiri tekjur, þá á hann auðveldra með að borga lífeyri til þeirra sem að hann er vaxtastígi, hærri vextir því að það er þá lánsfé kosta meira og þeir sem að spara að fá meira fyrir. Það er svolítið erfitt fyrir unga fólki, 35 ára með 2 börn sem að er að horfa á afborgana húsnæðinu og hækka 50, 60 og svo tökur bara lægri tölunum sem fólk er að nefna sem mikla hækkun. Að segja, við munum þá hafa það betra þegar við verðum 73 ára því að þessir anskotar verða búin að hækka eftirlaunaldur þegar við komumst á eftirlaun. En það er eitt sem að þú segir mér, ef þetta hefur ekki farið úrskeiðis hérna, það sé að 2020 þegar vextir voru þarna í upphafi árs 2,75% seðlabankavextirnir og svo eru þeir lækkaðir 200 punkta í loka árs 0,75 þannig mjög snögglega og þetta er gert til þess að örfa eftirspurn eftir þeim atvinnugreinum sem að voru ekki að leggjast af vegna COVID. Í ástandi sem að enginn gat séð almennilega fram, þannig að þetta er svona neyðar ákvörðun. Og ég maður sá að ferðaþjónustan fór í 0 bara nokkrum vikum og svo sá maður smitið inn í hina greinarnar. Þær voru líka að gefa eftir vegna þess að allir flugmenn og flugfreyjur og annað þetta og ferðamennir þetta farið að þá átti að reyna að halda lífinu í þessum 90% því að 8% vinnuaflsins var í ferðaþjónustu, 92% í ykkur öðru og það reyna að halda lífið í því þannig að atvinnuleysi aukist ekki þar líka. Svo það er tilgangurinn. Og þessi lága vextir, þeir þýddu það var ódýrt að taka lán til að kaupa sér bíl eða húsnæði. Fólk gat endurfjármagna lánin sín og tekið þá óverðtryggð lán og föstum vöxtum til 30 ára. Það var þá kaupmátturinn meiri í þessi 3 ár. En það sem að svona eftir að ekki að við farið úrskeiðist þetta, ef fólk hefur virkilega haldið sumarið 2020 að þessi lága vexti 0,75% væru til að vera og þú ætti bara með að heimilisbókhaldi við það að hafa 0,75% breytilega vexti. Hvað fór það úrskeiðist og það er annarkvort fjármálaráðgjöfin hjá bönkunum svo var pólitíkin eitthvað að tala þetta væri frábær fjármálastjórn hjá ríkisstjórninni að núna getur verið bara lági vextir sem er blekking þessi lágu vextir voru vegna COVID
Þannig að góði árangurinn, hann átti þessir marga feður eins og ykkur sagði. En þetta var ekki góður árangur, þetta var neðarástand. Já. Það var bara að reyna að vera að bjarga þessu landi í gegnum farsótt. Og við vissum, það var ekki vitað, sko, vorið 2020 og bólusett þjóðin, það var ekki vitað hversu lengi það myndi vara og hversu alvarlegt það væri. Þetta var neðarástand. Þarna var sagt að nú erum við komin á sama vaxtastig og aðra þjóðir. Já. Megum við ekki vera þar? En það er ekki heiðarlegt að segja það þegar þú ert með vextina þarna vegna neðarástands. En af hverju megum við ekki hafa bara sömu vexti og aðra þjóðir? En segja til, þú vandinn er sá, þessi 35 ára sem þetta tala hafa tekið sér lán sumari 2020 eða vorið 2021 á svona lágum vöxtum, breytilegum vöxtum. Loksins komist út á eignamarkað, út af helvítis leigumarkaðnum sem var búið að ræna þau og alltaf taka meira og stærri hluta af ráðstöfunarfé þeirra. Þannig þau sluppu loksins inn. Já, en þau hefða... Svo hækka vextirnir og þau þurfa að borga miklu meira og þá varst þú að segja áðan að þið fáið þá hærri eftirlaun. Nei, það er rétt, en það verða til þessi tekjudreifinga milli kynslóða og innan kynslóða. Þessi vaxtabreytingar hafa áhrif á tekjudreifinguna og það þarf að passa sig þarna. Þessi fyrsta lagi verða bankar. Ef bankir að lána einstakling 35 ára á lágum breytilegum vöxtum og svo að bankin ætti að vita að þessi vextir eru bara tímabundnir. Svo það þarf fjármálaráðgjöf að segja að þú getur ekki svo sagt að vextir eru að fara upp 4,25% síðan svo 400 púntar, nú þarf ég að borga 100 krónur meira á mánuði. Sko það var kannski réttar að segja að vextirnir eru hærri heldur en veðlegar aðstæður. En þeir voru lægri en þeir hefðu verið við veðlegar aðstæður, venjulegar aðstæður þegar þú tókst lánið. Kannski eftir að borga 50 krónur meira. En þú varst á 50% minna lægri reikning þarna fyrst. Það sagði enginn, sko. Ekki banki sem lánaði. Nei. Ekki stjórnvöld. Ég held að þurfi... Þú ert að segja að Ásgeir Jónsson eða þú hefur þurft að koma bara í hverjum auglýsingatíma sjónvarpsins og minna fólk á að þetta væri tímabundið ástand, farið varlega. Þetta er bara innspýtingin í hagkerfið. Þetta er sagt á seðlabankamáli, er þetta sagt allavega í tilkynningum og annað slíkt og aðstofa bankastjórinn Rannveig, hún ég man bara eftir í sumarið 2020 kom fram með þetta sjónarmið sem þú ert að segja. En það er bara vandinni sá að þú ert þarna megin borðs og ert fann að gera fjármálaráðgjöf og þú ert stjórnvaldið. Það er alltaf erfitt mál. Það þarf að vera einhver annar sem gefur fjármálaráðgjöfina. Það þarf að vera einhver svona neytendavernd gagnvart lánastofnunum og það er ekki þeir sem ákveða vextina, það er mjög erfitt. Ok, við stoppum hana við á hverjum það bitnar þegar vextir hækka. En það sem þú varst að fara yfir að svara spurningunni hversu stóran hlut spila það inn í verðbólgunni, það sem hefur kallað hagnaðardrifin verðbólga. Það er sem sagt verðbólga sem er drifin áfram að stjórnendur fyrirtækja sem telja sig og líklega eru ráðnir til þess að hafa max hagnað af sínu fyrirtækjum og þeir hækka verðið alveg þangað til að veltan byrjar að minnka og þar með hagnaðurinn. Og í ástandið þar sem kannski verðskinnið er orðið svolítið slegið og ruglað þegar verðbólgan byrjar, að þá er hætt á því að hagnaðardrifnar ákvarðanir fyrirtækjana bæti ofan á verðbólguna. Þess að hækka umfram það sem að aðföng og laun útgjöld þeirra fyrirtækjana sjálfur að hækka. Já, en þú svo fljótur og með marga góða punkta, en ef ég segi bara eina setningu síðasta punktiðin, að þegar að svona náttúruhamfarir hafa dunið yfir, finnst mér sjálfsagt að stjórnvöld, þegar þau hafa gögnin, gerðu athugun á því hver hefðu orðið fyrir fjárhagslegu tjóni vegna ófyrir sjáanlegra atburða. Og það er að reikna það út, alveg sem var gert, hvað sem var gert þarna eftir 2008 með leiðréttingunni. En þá erum við ekki að tala fólki sem ég tók dæmi af sem að tóku lánið, þú ert ekki að menna það? Jú. Þetta menna það? Ófyrir sér afleiðingar er hækkun vaxta?
já, og það væri búinu til eitthvað kerfi inn í vaxtabótakerfinu sem að myndi mæta þessum hópi sérstaklega. Já, kortleggja hversu margir hafa orðið fyrir ég botni ekki akkur þetta ekki gert ófyrirsjáanlegu tjóni og Seðlabankinn getur ekki verið í því, þetta er pólitík og sko 2008 var ófyrirsjáanlegt, það sé fyrir almenning ófyrirsjáanlegur skellur og þá var hann mætt með fyrst voru gengistryggð Hæstiréttur hann eitt kapitúli út af fyrir sig með gengistryggðu lánin og svo voru verðtryggðu lánin eftir og þá var farið í það leiðréttinguna sem að vísu kom mest þeim til góða sem að áttu mest sem höfðu búið ykkur í stærstu húsunum og svo var leiðréttingin gerð þegar fasteignamarkaðurinn var alveg búin að laga sig sko. Þetta var bara það var gengið tilbaka þetta var alveg með ólíkindum sko. þetta var eins og þetta var eins og kasta vatni á hús sem að búa slaka eldin en það var farið í þrotabúin og teknir peningar og svo dreifti yfir samfélagi. Til þeirra sem höfðu fengið bættan skaðan en við tókum nú eitthvað dæmi að því að fólk sem hafði mist húsnæði í hruninu og rakist út á leigumarkaðin þar sem að Gamma og fleiri fyrirtæki keyptu á ódýruverði og leigðu út á dýruverði það fekk enga bætur. Nei. Þeir sem að raunverulega lentu verst í hruninu. Lentu verst í, já. En ef maður skulduðu þegar hrunni varð þegar þú varst búin að selja 2014 þú áttir húsnæði og mistir það því að lánin hækkuðu umfram þú mistir vinnuna, mistir húsnæðið Íbúðalánasjóður tók það yfir seldi Gamma það á hrakvirði Gamma tók það og leigði þér það aftur á húsalegu sem hækkaði langt umfram sko laun og verðlag og allt saman á tímabilinu 2011 til 2017 þetta er hryllilegt tímabil hjá leigjendum þetta fólk fekk enga betur og þegar líka því að við erum að tala það sko fórnarlöfum brunsins að þegar maður sko ferðast landið og talar við fólk þá verður maður stundum alveg hissa á því hvað hrunið liggur djúpt ofan í mörgum kynslóðum þetta er bara það er bara fjölskyldur sem liggja ennþá flatar eftir þetta og það er eins og enginn hafi svona almennan fókus eða nennu til þess að skoða stöðu þess að fólks en við ætlum ekki að tala það en þetta COVID-tímabil var annað svona ófyrirséð áfall og viðbröðum við því voru annars vegar ríkið hélt lífinu í fyrirtækjum til þess að þau getur ráðið fólk í vinnu þegar COVID væri búið, þau verið ekki að fara á hausinn það var gott held ég að vísu bankarnir þeir högnuðust mjög mikið og urðu ekki fyrir útlánatapi mér finnst kannski að það hefði verið lagi að skattleggja losnum nefndinni, ég get verið svona frjálslegur skattleggja aðeins þarna en vextirnir, þeir eru lækkaðir og vaxtalækkanir hafa gríðarlega áhrif á eignaverð, þess að hlutabréfaverð og fasteignaverð og svo bara er svona hratt upp aftur, það er líka áhrif svo þegar verða svona ófyrirséð högg þá, mér finnst þetta að athuga hvort einhver hópur hafi farið illa út úr því og finna leið til þess að bæta það Herðu, við erum á leiðinni að tala hagnaðardrifna verðbólgu Já, það er einmitt það sem gerist. Það er skjótin einu uppátt áður að gefa því. Þú ert bara svo fljótur, en ég sagði þessi mikla einlenda eftirspurn hefur valdið húsnæðisspólu, mikla með innflutningi, þannig að krónan hefur gefið eftir af því að það er erfitt að fjármagna af því að útlandir að verða eins og með háum vöxtum. Er það ástæðan fyrir falli krónunar? Fyrst og fremst bara verri staða bankana í að sækja sér fjármagn? Þú segir það bara í fréttum við tala við bankastjórana, hvernig þið tala að þeir séu aftarlega í röðinni ég hef ekki annað fyrir mér en bara hlusta á það og tala og svo það var önnur fréttum að Landsbankinn hefur verið að kaupa gjaldeyri núna í haust til þess að eiga fyrir láni Landsbankinn hefur viljað hafna því sagt að hann var að kaupa fyrir viðskiptamenn sína þess vegna var ég að spurja þig að því að það er svo, þetta hafi ekki verið almennilega staðfest sem eina megin ástæðan en ég hef ekki annað fyrir mér þessu en bara það sem maður sér og það að hærri vextir erlendis gera fjármögnun erfiðari og skuldatryggingar álaga á íslensk ríkisbréf hefur farið upp alveg eins og á ríkisbréf annara lítill og opinna hagkerfa vegna þess að ástand á fjármálamörkuðum hefur verið að versna að þessu leyti hvort sem það er svo tekur bara eitthvað alveg óskilt landi eins og Chile skuldatryggingar álaga hefur farið upp hjá þeim og svipaðan hátt og það hefur farið upp hjá okkur svo það er vegna þess að
aðstæður erlendum fjármálamörkuðum er að verða þrengri. En nú ég að koma að því sem að varst að tala sem hagnaðardrifin verðbólga. Já, og svo það er fasteignamarkaður, það er gengið og svo vinnumarkaður og það er einmitt þegar það er mikil spenna, spenna, að það verður að hringrás sem er þannig að yfirleitt er þá spenna á vinnumarkaði sem leiðir til þess að laun hækka og þau hafa hækkað mikið hérna á hverju ári. Hvort sem er samningarnir fyrir 2019 eða annað, þess að þú meðal kaupmáttur hérna hefur verið mjög mikil. Miklu betri samningar 2015-2019 frá sjónarhóli launafólks heldur en hafa verið eiginlega bara alla nýfrjálsíkjutíman. Já, en þannig að sagan er svo laun hækka, ef þú hækka meira heldur en framleiðni, ég veit þetta er eins og frasi því að þetta eru margar atvinnugreinar með meðaltal þá grípa síðan fyrirtækin við og þau neita að borga hana kaupmátt og velta ég út í verðlagið og það er það sem kallar hagnaðardrifna þessi verðið hækkar. Nei, það er kostnaðardrifin verðbólga. Það er að fyrirtækin neyðast til að hækka verðið út af aðföngum. Þau neita því bara. Nei, þau sitja að hækka verðið út af því að aðföng og laun hafa hækkað. En síðan er annað sem er kallað hagnaðardrifin verðbólga og þeir í BHM hafa verið að skrifa núna að þar fyrir utan að þá er bara, og sérstaklega á tímabilið það sem er veikt verðskinn almennings, að þá er tilneying og þannig bara forstjórnir bara að vinna við það að ná verðinu eins hátt og mögulegt er, náttúrulega án tillits til, ég meina þeir alltaf geta kvarti verið í að hagnaða hluti til hækki og þeir hafa byrt ágætis gögnum það þarna Vilhjálmur Hilmarsson, hagfræðingur BSRB og hann Friðrik Jónsson skrifar með honum, formaðurinn, sem ég held að sé hagfræði menntaði líka, að þeir tala að það séu bara merkjum það að hagnaði fyrirtækja sé að aukast sem að þýðir það að fyrirtækin er að hækka verð á vöru og þjónustu umfram hækkun aðfengum. Þannig að það er kallað hagnaði drifin verðbólga. Þannig ofan á verðbólguna þá færði alltaf 2-3-4% sem er bara aukinn gróði. Hlutdeild fjármagns í þjóðatíðum. Það hafi hækkað. Ég leita á þessu gögn fyrir það var nokkra vikur síðan og þá hafði, það var aðeins hækkun en það var ekki eins og það væri alveg stórkostlega hlutdeild fjármagns hafði hækkað en hlutdeild vinnuafls hefur verið nokkuð stöðu að há hérna í þessu landi með við stóru löndin en já, það sem þú ert að segja þá er að fyrirtæki færi sér það að verðskinn fólks hefur ruglast í verðbólgu. Það er í kenningunni. Mér finnst ég hef líka lesið um þetta í Bandaríkjunum, þeir eru mikið að fjalla um þetta. Og bara í almennum fréttum. Þetta er voða lítið í fréttum hér. Það er aðalega þeir BHM kallanir sem hafa verið að vekja athygli á þessu. Já, einmitt. Og sömuleiðis reyndar var þetta í málflutningi Ragnars Þórs, formanns VR í haust. Þar sem hann var með öll 9 mánaða uppgjörinn og var að benda á að það væri svo mikil merki það að hagnaður í fyrirtækjum væri bara stór aukast. En er ekki misjafnt eftir greinum? Jú, það kom líka fram hjá þeim í BHM, þetta er misjafnt. Þeir taka sérstaklega til verslunina, þar sem að hagnaður hefur aukist mikið, samanlagt í heildsölunni og smásölunni og beina svolítið sjótusinum að því að það er náttúrulega þeir sem að kannski ráða mest svona upplöfu þína út í krónunni með hvort það sé verðbólga eða ekki. Já, og það sem vorum að tala áðan var að það væri áhugavert að reikna út neysluverðsvísitölu fyrir tekjuhópana. Láglaunafólk. Af því að ef neyslumiðstölu er annað. Já, ég held að það sé nauðsynlegt Af því að til dæmis ef við tökum húsaleiguna sem er kannski 50% hjá láglaunafólki en hún er bara 4% inn í neysluvísitölunni eða 4,6 held ég. Ef þú ert á mjög litlum launum, lágum launum, að þá fer hærra hlutfall því sem að þú eyðir í mat og þessi tveir liðir, ef við skoðum svona síðasta ársfjórðungin, október, nóvember, desember, þá er það þessir tveir liðir sem hafa hækkað mest í vísitölunni, það er húsaleiga og matur. Já, þetta væri alveg kjörið. Já. Ef fólk hlustar á þættina og svo hlustar á okkur annað þátt, en þetta er eitthvað sem að þyrfti að skrifa niður og gera. Sérstaklega þessi punktur. Já. Því að þetta er geranlegt. Já. Við vinnum í því að koma þessu á.
Ef að segja þetta gott, Gylfi, í bili. En ég þarf að hugsa er ekki eitthvað sem að þú ert búin að miðra á sem að Jó, með þetta. Já, 1 punktur þarna sem þú sagði. Af hverju vextir ekki eins lágir eins og í Evrulandi? Já, af hverju þurfum við að borga hærri vexti en aðrir? Já, það er góður punktur. Og mun það lagast þegar Gylfi Zoëga hættir í peningamálastjórn? Það með flest lagast þegar ég er hættur. En sjáðu til. En sko að hinliðin á þessu dæmi, eins og ef þú myndir búa í Evrulandi, þar sem vextir hafa verið svona lágir, þá er ákveðin vandamál sem því fylgja lágum vöxtum. Það er aldrei lífeyrissjóðina að fá ávöxtun. Sko, að því að nú er að verða öldrun, samfélaga. Það er bæði að fækka fólki og hlutdeild þeirra sem er yfir 70 mun vaksa mjög hratt. Og þetta er eitt af því stóra sem er að gerast núna í heiminum. Við höfum þetta innflytjendur sem að laga alltaf píramídan, jafnóðum. Já, einmitt. En þá er í þessum landum oft stendur styrr innflytjendur. Það er ekki eins og þeim sé alltaf tekið fagnandi. En aldrunin á sér stað og það getur, innflytjendur geta bjarga málinu, aukin framleiðni og tækni og annað slíkt. Gervigreind, já. En það að búa í vaxtalausu samfélagi þar sem að fjármagn ber enga ávöxtun, það hefur áhrif á lífskjör þjóða. Eins og til dæmis skólabókadæmið, þetta heitir reglan 70, það segir ef það væru 10% vexti, 10% ávöxtun, það er bara svo vel að deila og þú gæfir ungum manni eða stúlku í 20 samæliskjöf 1 milljón, bara þess að geti verið 100.000 að þá ef við 7% vexti þá 10 árum þegar við komum að vera 30 þá mun þessi 1 milljón vera 2 og þegar hann verður 40 þá er hann 4 það er 50, 8 60, 16 70, 32 miljónir það er einhver sem átti 1 milljón þegar hann fer þá eftir hún 32 áns að hafa lagt neitt fyrir þannig að það að búa í landi það sem er jákvæð ávöxtun fjármagns og þessi ávöxtun hún byggist ekki á því að kúa fólk sem er ungt eða fátækt heldur á því að það er arðsemi fjármagns það er að segja fjármagn sem er fjárfest aukið framleiðni í samfélaginu skilar arði það veldur því að í staðin fyrir að þurfa að taka út úr heimilisbókhaldinni hverju mánuði til þess að eiga 32 miljónir úr 70 þá er ekki að taka neitt út úr heimilisbókhaldinni Við tökum nú aldrei þess að tekja okkur 15,5% af laununum okkar Nei, en séu að þessi ávöxtun hún er lífskjara bót að hafa jákvæða ávöxtun fjármagns hún er dæmi land þar sem er einhver drift í atvinnulífinu og eitthvað að gerast en ef þú ert í hagkerfi það sem er engin ávöxtun, 0% ávöxtun það sem að atvinnulífið er í dróma og Seðlabankinn heldur vöxtum svona niðri til þess að reyna að kveikja eitthvað líf í hagkerfunum þá þarftu það er vissulega ódýrt að taka lán en þá þarftu að leggja fyrir svona mikið, það er engin ávöxtun sem færð fyrir þitt sparifé og af því að það eru svona lági vextir þá verður eignaverðið svo hátt hlutabréfamarkaðan verður miklu hærri og fasteigna verður miklu hærra. En Seðlabankinn á Íslandi er eini Seðlabankinn í Evrópu sem er með stýrivexti sem er nálægt í að vera jákvæður, að vera ekki neikvæður. Og þess að gildir alveg spurningin, af hverju við að borga hærri vexti heldur en í Evrópu eða í nágrannlöndunum, þar sem fólk er að borga miklu lægri vexti, þó svo að það vinni gegn sviðsmyndinni sem að þú varst að draga núna á. Já, það er vegna þess að ef þú værir í Frankfurt og myndir mæta á fund þar í nefndinni þarna í Evrópska Seðlabankanum og það eru fulltrúar landana. Þjóðverjum er alveg rauður í framann og hann sagði það hefur aldrei verið svona mikil verðbólga í Þýskalandi og það er svo mikil eftirspurn hjá okkur og það er verið að brenna upp sparifé því að þýska þjóðin með sparipenningin inn á reikningum sem er að brenna upp og mest hætta með Evrusvæði er að Þýskaland fari út, ekki Ítalía eða Finnland geti kannski byrjað og svo þjóðverjinn er alveg brjálaður svo þegar hann er búin að fá útrás þá kemur hollenski fulltrúin
og hann fær líka út rás. Hollendingar, Mm. þeir vilja hærri vexti, þeir vilja ekki þessa verðbólgu. Svo kemur Finnin og eftir og hann sammála þessu og þetta. Og svo, þegar þeir eru búin að fá út rás, þá kemur Ítalinn og kannski bara mjög ánægður með þetta, það sé verðbólgu og lági vextir. Þá er ítölsku ríkisskuldirnar að brenna upp. Það sem þýðir er að þýski sparifjárheigandinn er að borga niður ítölsku ríkisskuldirnar á þess að vera spurður. Spánverjarnir er nokkuð ánægðir, frakkarnir, jú, þetta er allt í lagi, þetta er með suður-evrópskum stíl. En þessi verðbólga sem er þarna er eigna upptaka hjá fólki sem að, og við erum ekki að tala stór eigna fólki í Þýskalandi sem á sparifé í bönkum. Þetta er bara almenningur sem að leggur eitthvað fyrir og það er verið að brenna það. Og það má ekki hækka vextina, eða það er verið að hækka vextina, þeir verða að hækka, trúðu mér, evrósku vextina munu fara upp á næstunni enn meira, en það er verið að skatleggja almenning sem á þarna einhvern pening til þess að, ekki til þess, það er óbein afleiðing, og bein afleiðing en ekki viljandi, verið að skatleggja fólk þarna til þess að skuldir þá sem er aðal í Suður-Evrópu lækki. Og ef að Þjóðverjinn hefur sitt fram og Evrópuvextinni hækka enn meira eins og hér, þá er þau með skuldavanda í Suður-Evrópu, ítalski ríkissjóðin mun þá fara, hann geti valtið og þeir eru núna að búa til tæki þannig að geti haldið áfram að búa til peninga á Ítalíu til þess að halda niður vöxtunum á Ítalíu á meðan að hækka vexti annars staðar. Og hindra bara samfélagslega upplösn á Ítalíu. Já, svo þeir eru í þvílíkri krísu með sína stefnu. Svo þá sko hafa 6% vexti í verðbólgu sem hefur 9% og yfir 7% og mælir hana líkara eins og hún er mæld í Evrópu. Það er þannig neikvæði vextir, svo fólk sem á peningi í þessu landi okkar, það er að vera að brenna það sparifé upp. Ég veit hérna ekki mann sem er með iðnaðarmaður sem er búin að vera í áratugi, lifa spart, smiður, lifa spart allt sitt líf. Þú veist, eins og fólk að eldri kynslóðinni gerir, þú veist, þú ferð og kaupir frosinn þorsk í kvöldmatinn og eyðir eiginlega ekki neinu, svo áttu nokkra 20 milljónir á bankareikning og ferð inn í Arion og fær 4% vexti. 4% vexti á lífspariféð þitt og svo er 9% verðbólga eða 7 eða 8 eða 9% verðbólga. Það er eignar upptaka á þessu fólki. Hinir sem þú ert að tala sem þurfa að borga hærri vexti, þeir verða fyrir því að höfuðstóll lánanna lækkar að raunvirði. Þess að launin er að hækka 7-8% en höfuðstóllin eftir óvertryggt er fastur. Svo það er hinlegin sem enginn segir. Það er meiri greiðslubyrði fyrir þetta fólk sem það er að tala Þannig að þú leggur til að þessu tímabundnar aðgerðir til þess að mæta greiðslu vanda þessa fólks, frekar heldur en að raska kerfinu, þessu sigurkerfi, sigurverki sem að þú vilt halda gangið í. Nei, punktur eins á, þú getur ekki, það er ekki æskilegt. Eignir fólks séu gerðar upptækar eftir ólýðræðislegum leiðum af embættismönnum í seðlabönkum. Það er ekki gott. Þetta er svo var í gamla daga hérna, menn áttu fyrir fyrstu útborgunni í húsnæði sitt og svo var brannhittu sko, í verðbólgu og einhver annan borgaði. Það er ekki heilbrigt peningakerfi. Það er betra pólitíkin sem á að endurspegla samfélagsáttmálan og réttlæti í samfélaginu búið til húsnæðiskerfi sem þjónar þá láglauna fólki og ungu fólki og allt slíkt. Og ég held að sé eitthvað byrjað, ég held ég að lesa eitthvað í blóðunum að það var eitthvað svoleiðis í gangi en það er það sem maður þarf að gera. Það eru margir blaðamannafundir og kynningafundir svoleiðis. En ekki gert. Já, það er erfitt að sjá það. Við höfum búin að heyra svo marga fundi ráðagerðir sem ekki gengu eftir. Við erum aldrei skeptískir. Já, þetta er kaldir í hjarta. En þetta er spurning hvar markaðurinn endar og hvar mannréttindi taka við. Og þú veist, við getum ekki selt atkvæðisréttin okkar, það má ekki taka fólk sko, með mannsali, þetta er svona mannréttindi, en hvort húsnæði ekki að vera, lágmarkshúsnæði ekki að vera hluta mannréttindi fólks, eins og var gert, ég held við talaðum eina síðast. Ég held það mætti færa rök fyrir því að þegar 35 ára fólk er að byrja sína fjölskyldu vegna spötna, þá eigi það ekki að vera í einhverju spilavíti í eignamarkuðum. Er það gaman að tala við? Já, sömuleiðis. Herðu, kannski kemur aftur þegar þú orðið frjálsmaður og laus úr peningamála. Þá rétt fer ég nú að byrja. Mér heyrist á öllu að það eru meiri líkur á því að vextir hækki, heldur það er lækki.
kannski standar í það. En þú náttúrulega okkur þetta Ég ekki. getum það. En ef verðbólga er að fara niður vegna fasteignamarkaðarins þá er alltaf, Þá er ólíklegra. Það ekki. kemur í ljós. Ég er að reyna að veiða uppúður vaksta ekkunda. Herðu, þetta látum við gott heita efnahegin og snúum okkur að allt málum eftir augnablik.